Hæ og velkomin í þáttinn. Í dag ætlum við að tala eitthvað sem flestir kannast við. En kannski hafa ekki allir hugsað út í hversu stórt hlutverk það gæti haft í framtíðinni okkar. Við ætlum að ræða sólarorku, hvað hún hvernig hún virkar og af hverju hún svo góð. Ég heiti Birkir Örn Einarsson og í þessum þætti ætla ég að kanna hvernig sólin gæti mögulega verið lykillinn að hreinni og sjálfbærri framtíð. Hvað sólarorka? Í grunninn það orka sem kemur beint frá sólinni, ljós og hiti sem við nýtum til að framleiða rafmagn eða hita. Þegar við hugsum sólina, þá hugsum við sennilega risavaxna orkulind sem gefur okkur ótrúlegt magn af ljósi á hverri sekúndu. Í raun fær jörðin meira af orku á 1 klukkustund frá sólinni en allt mannkynið notar á heilu ári. Vandamálið bara að við erum enn ekki farin að nýta nema örlítið brot af henni. 2 leiðir eru notaðar til að nýta sólarorku. Annars vegar eru sólarplötur eða svokölluð photovoltaic kerfi á ensku sem breyta sólarljósi beint í rafmagn. Hins vegar eru sólkerfi sem safna hita. Þau hita vatn eða loft og eru sérstaklega gagnleg fyrir heimili og fyrirtæki. Það ekkert eldsneyti, engin brennsla, engin mengun, bara sólarljós sem umbreytist í orku. Það hljómar næstum því eins og galdur, en þetta eru hrein vísindi. Af hverju sólarorka góð? Þetta spurningin sem allir spyrja. Af hverju ættum við að nota sólarorku? Af því hún endurnýjanleg. Sólin mun skína í milljarða ára. Hún klárast ekki. Þannig að við erum ekki að nota takmarkaða auðlind. Við erum bara að nýta það sem kemur hvort eð En það ekki bara það, heldur sólarorka líka hrein. Hann hreinn orkugjafi. Sólarorkan losar nánast engar gróðurhúsalofttegundir. Það þýðir minni loftmengun, hreinna andrúmsloft og betra loftslag til framtíðar. Þetta stórt atriði þegar við tölum baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Svo kemur efnahagslegi þátturinn. Kostnaður við að setja upp sólkerfi hefur lækkað gríðarlega á undanförnum árum. Það þýðir að þetta orðinn raunhæfur kostur fyrir fleiri en áður, bæði heimili og fyrirtæki. Þeir sem setja upp sólarplötur spara gjarnan pening í formi rafmagnsreikninga og í mörgum löndum hækkar jafnvel verðmæti eignarinnar vegna þess. Og það sem meira sólarorkugeirinn skapar störf. Tugir þúsunda starfa allan heim eru til vegna þessarar tækni, í framleiðslu, uppsetningu og þjónustu. Það þýðir að þegar við fjárfestum í sólarorku, þá fjárfestum við líka í atvinnu og framtíðinni. Svo það orkuöryggi og sveigjanleiki. Eitt sem fólk gleymir stundum að sólarorka gerir okkur sjálfstæðari. Við verðum minna háð innfluttu eldsneyti og getum dreift orkuframleiðslunni betur. Ef við hugsum hvernig orkukerfið hefur virkað síðustu áratugi, stórar rafstöðvar sem senda orku út til allra, þá erum við núna að fara í gagnstæða átt. Sólarorka gerir kleift að hver og einn framleiði hluta af sinni eigin orku. Og með nýrri tækni, eins og rafgeymum, getum við geymt orkuna sem við framleiðum á daginn og nota hana þegar sólin fer niður. Þannig fáum við meira öryggi, sveigjanleika og jafnvel möguleikann á að vera okkur sjálfum nóg. Sólarorka hefur líka mikil umhverfis áhrif. Það erfitt að tala sólarorku án þess að nefna hvað hún gerir mikið gagn fyrir náttúruna. Þegar við brennum kol, olíu eða gas, losum við koltvísýring og önnur efni sem valda bæði loftslagsbreytingum og heilsutjónum. Sólarorka losar ekkert slíkt þegar hún í notkun. Auk þess þarf hún lítið vatn, hún truflar ekki nein vistkerfi
og hún hjálpar til að vernda lífríkið. Og ef við lítum á borgir með mikla mengun, til dæmis eins og í Asíu eða Ameríku, sjáum við að þegar þær taka upp meiri sólarorku batnar loftgæðin og það hefur bein áhrif á heilsu fólks. Það er engin tilviljun að læknar og umhverfisfræðingar eru meðal helstu talsmanna sólarorku. En svo þegar kemur að sólarorku á Íslandi, þá spyrja margir, en Ísland, við höfum bara sól nokkra mánuði á ári. Já, það er rétt að birtustigið sveiflast mikið milli árstíða, en þrátt fyrir það getur sólarorka haft sitt hlutverk hér. Sólarplötur vinna ekki bara á heitum sumardögum, þær virka líka í kulda og þegar ljós er til staðar, jafnvel þó sólin sé lágt á lofti. Á Íslandi getur sólarorka því verið frábær viðbót við vatnsvirkjun og jarðorku. Þegar við hugsum framtíðarorkukerfið okkar, þá snýst það ekki eina lausn, heldur samspil margra lausna. Þegar fleiri setja upp sólarkerfi, jafnvel smærri kerfi, eykst fjölbreytni í orkuframleiðslu og við verðum betur undirbúin fyrir framtíðina. Svo er hægt að skoða nokkur dæmi. Rannsókn frá MIT, það er Massachusetts Institute of Technology í Bandaríkjunum, sýndi að á mörgum stöðum í Bandaríkjunum vegur ávinningur af sólarorku fyrir heilsu, loftslag og efnahag meira en kostnaðurinn við uppsetningu. Það er ekki hagstætt að nota þetta kerfi. Hins vegar, í Kanada og Evrópu hefur verið sýnt fram á að jafnvel í köldum og skýjuðum löndum getur sólarorka verið mjög hagkvæm. Og hér heima hafa nokkrir bæir og sveitarfélög þegar byrjað að prófa litlar sólstöðvar sem sýna góðan árangur yfir sumartímann. Þetta eru allt litlar byltingar en þær safna saman og margt smátt gerir eitt stórt. En sólarorka hefur sínar áskoranir og takmarkanir. Það er líka mikilvægt að vera raunsær. Sólarorka er frábær en hún er ekki fullkomin. Fyrst af öllu er upphafskostnaðurinn oft mjög hár. Þó hann hafi lækkað mikið í gegnum tíðina, þarf samt að fjárfesta í búnað og uppsetningu. Það tekur oft nokkur ár að ná fjárhagslegum kostnaði tilbaka. Svo er náttúran sjálf breytileg. Ský, skyggni og snjókoma geta haft áhrif á hversu mikið rafmagn þú framleiðir. Þess vegna þarf að hanna hvert kerfi vandlega eftir aðstæðum. Þá er spurning orku varðveislu. Rafgeymar eru dýrir enn sem komið er, en þeir eru lykillinn að því að nýta sólarorku allan sólarhringinn. Samt sem áður er tækniþróunin hraðari en nokkru sinni fyrr. Á hverju ári verða sólarplötur skilvirkari, endingar meiri og ódýrari. Það sem var framtíðartækni fyrir 10 árum er orðið algengt á heimilum í dag. Talandi framtíðina, ef við lítum aðeins fram á veginn, þá er sólarorkan að verða einn helsti orkugjafi heimsins. Sérfræðingar búast við að innan næstu áratuga verði stór hluti allra raforku framleiddur með sólarorku. Við sjáum líka nýja tækni í þróun. Sveigjanlegar sólplötur sem má setja á glugga, klæðnað eða jafnvel bílþök. Það þýðir að í framtíðinni gæti allt umhverfi okkar tekið þátt í að framleiða orku. Þetta snýst ekki bara rafmagn, heldur nýjan hugsunarhátt. Að sjá sólarorku sem hluta af daglegu lífi frekar en sérstaka uppfinningu. Svo þegar við tölum sjálfbæra framtíð, þá er hún ekki bara hugmynd, hún er að gerast núna. En hvernig getur þú, góði hlustandi, tekið þátt? Þú þarft ekki að vera verkfræðingur eða vísindamaður til að taka þátt í þessari svokölluðu orkubyltingu.
Byrjaðu á því að kynna þér hvað í boði þar sem þú býrð. Ef þú átt hús, athugaðu hvort þakið þitt sé hentugt fyrir sólkerfi. Ef þú býrð í fjölbýli eða leigir, spurðu hvort það sé samfélagslegt sólkerfi, þar sem margir taka þátt í einu sameiginlegu kerfi. Þú getur líka stutt fyrirtæki og vörur sem nota hreina orku eða bara deilt upplýsingum með öðrum. Því meiri vitund sem við sköpum, því háværari sem við erum, því hraðar gerist breytingin. Sólarorka er ekki bara orka. Hún er tákn það hvernig við getum breytt heiminum með einföldum, jákvæðum skrefum. Við erum bókstaflega að nota ljós til að lýsa framtíðina. Þetta var þátturinn sólarorku, afl framtíðarinnar. Ég vona að þú hafi lært eitthvað nýtt og kannski fengið innblástur til að skoða hvernig þú getur sjálfur nýttir þessa hreinu orku. Takk kærlega fyrir að hlusta og mundu, framtíðin er björt ef við nýtum hana rétt.